Í dag ætlum við að nýta flugu sem er eftirlíking af einhvern veginn öllu og engu. Eina af þessum flugum sem var nýtt fyrir einhverja rælni og var síðan sett undir í Elliðavatni og gaf góða veiði á stórum og feitum urriðum. Við erum með Gröbber krók nr. 12 og svartan þráð. Festum hann niður. Þetta er eina af þessu flugum sem var til þegar ég var að sat við þvinguna og horfði yfir nýtingarefnið mitt og rak augun í nokkra hluti sem mér fannst líklegir til þess að koma ágætlega saman. Og búkinn gerum við úr svörtu flexiflossi. Þetta er efni sem teygist alveg von og viti. Klippum smá út af því. Teygjum vel á því þegar við nýtum það niður svo að búkurinn sé haldist grannur og spengilegur. Búkurinn má að sjálfsögðu vera úr þræði eingöngu eða úr svörtu vínilripi. Í rauninni bara er málið að prófa bara sem flest og sjá hvað manni líka best við. Ágætt að nota flexiflossi, það kemur svona örlítill svona eins og búkurinn sem skipt upp á einhverju pöddu, en eins og ég segi þá er þetta ekki eftirlíking af neinu sérstöku. Nýtum flexiflossi niður. Við setjum skegg á þessa flugu og það er svört hæna. Skeggið má gjarnan vera dálítið voldugt, svolítið þykkt. Snertum þetta til, það er mikill fengur í því að vera með þokkalega beitt og góð skæri í þessu öllu saman. Hausinn ætlum við að hafa tvílitan og við notum Glowbrite númer 4. Það var ekkert eftir nema að þekja hausinn til háls með svörtum þræði, svarta þræðinum. Hnýta hnútinn.
Nú eins og ég sagði þá er þessi fluga ekki eftirlíking á neinu sérstöku og má nota sem dropper eða sem aðalflugu. Mér hefur gefist best að nota hana þegar fiskur er í uppitöku. Hún er óþyngd en vírinn í króknum er dálítið þykkur þannig að hún sekkur alveg. Lökkum við hausinn. Flóknara var það nú ekki. Þá var þessi fluga tilbúin, klár í bóksið. Takk fyrir mig.